Það naflinn.net sem heilsar á þessu laugardagshátegi. Engin Hjálmar Örn á þessu sinni eins og svo ofta áður strákar. En hér eru menn með mér sem eru alltaf mættir í vinnuna, sérstaklega Mikael Nikolásson. Já, sérstaklega Mikael Nikolásson. Já. Það þannig. Það skiptir engum máli hvað á bjótar, ég er alltaf mættur. Já, það bara þannig og Bolli, hann kom svona seinna inn í teimið en hann hefur verið með fína mætingu. Þokkala, hvað er það? 80%? Já. Það klikkaði eitthvað eitt skipti en Já, eitthvað konan, eitthvað eitt skipti og það er aldrei heilt svona afsökun sko, menn mæti ekki út af einhverju svoleiði sko. Nei. Það ertu bara heima með 42 steg hita eða mætir. 42 steg það ekki bara sjúkrós eða? Já, þessina mætir. Það getur ekki verið. Það ekkert minna það. 41 steg hitti, þá getur verið þetta. Það eru Hjálmar í Glasgow. Já. Maður er náttúrulega búin að heyra sorgarsögur af því. Nei, bara hann hafi drukkið að sýtla hann í gær og meðan var að skemmt og farið svona aðeins yfir eitthvað mörk en það er bara batnandi mönnum og alltaf. Nei, við getum nú ekki verið að segja Hjálmar má nú eiga það, hann stendur sér nú alltaf vel í vinnunum, við getum nú ekki verið að segja þetta í betur. Þegar hann mætir. Hann mættur í Glasgow. Og síðan hann líka veislustýra ásatíð íslenska ameríska og Jónsson og Kópur í kvöld. Það er komin heim í kvöld? Já, það er í kvöld. Það er nóg að gera. Já, minn gamli vinnustar, þarna vann ég sem á lager nokkur ár. Varstu lagarstarfsmaður? Var lagarstarfsmaður, öll svona sumar og páskafrí og svona. Og þér ekki boðið samt í kvöld? Nei, mér ekki boðið í kvöld. En maður á nú einhverja ennþá, þekkir nokkra starfsmenn ennþá. Það eins gott að þessi vél hans Hjálmars mun ekki senka en eitt svoleiðis. Nei, annars stekkuð þú bara inn. Já, ok, þannig að hann að fara að skemmt í kvöld, þannig að það nóg að gera hjá honum og við sittum á hakanum, en við reyndum þessu. Já, Hjálmar verður með fullt raskat af peningum næstu helgi. Hann vaknaði með fullt raskat af peningum. Nei, hérna, bara þegar hann komin heim. Ekki launa eitthvað okkur fyrir að vera hérna þá núna. Nei, við erum alltaf vittlausir að mæta bara. Hvenær verður þessi starfsmannafundur? Er ekki komið tíma á það? Já. Jú. Þegar allir eru hérna á landinu þá kannski þetta haldast líka. Já. Næsta helgi. Það er nú styttist í landsleikinn. Já, það er nú bara þessi helgi og næsta sem við erum hérna. Vonandi verður nú Hjálmar hérna næstu helgi. Vona það. Og síðan eru við bara komnir í helviti langt frí friðarðir. Já. Frá allan enska boltan. Já. En kannski verður við með eitthvað annað. Maður veit það ekki. Hver veit. En strákar, við tókum nú sameiginlegan hjammaseðil sem er komin inn á Epic, bústaður seðil og förum aðeins yfir þetta Vestamasti City vinnur, er það ekki alltaf að fara að gerast? Hver með þetta? Held að þetta sé ég. Ekki halda þetta. Ég City að fara að vinna anleik, það segir sér sjálft. Þeir verða að vinna. Þeir eru reiðir. Þeir verða að vinna. Eftir Valverde sláturinn. Já, þeir bara, það er ekkert flóknari það, þeir bara verða að vinna. Þú veist, þeir vinna ekki, þá var bara titilli farinn. Það er bara klárt. Það var bara þunglítið fram á haus. Við tala nú ekki Arsenal vinnur Everton sem er klukkan 5 með það ekki, hálf 6. Jú, er ekki heimavelli? Já, þetta er svo í kjölfarið. Nei, þetta er bara saman en ég sitt í Vestamöður fyrir ekki klukkan 8. 8, já. Þannig að það er ekkert annað eldur. Já, naflinn lítur að negla þetta. En Vestamöður er fínir samt, undarfarið. En Newcastle yfir 3,5 mörk. Já, þetta var hjá mig held ég. Þetta er Hjamsen aðeins að fá sér sko. Sem er mætt, já Chelsea, Newcastle, þetta er 3 yfir 4, bara kom 4 mörka meira bara í leiknum. Já, það er alveg slatti sko. Já, Chelsea í meistardildinni, þetta spilar svolítið svona en hjá mig er hann svona vittlaus þú veist, jú, það komið 7 mörk í meistardildinni, það kom bara 2 mörk í Newcastle-leiknum sko, í meistardildinni og þá heldur hann, og það komið svo mörk í vikunni og það, veistu á hverju gerir þetta? Að þeir heldur allir séu svo þreyttir. Já. Og þess að verður bara fullt af mörkum. Þú veist, hann er að lesa þetta svo vitlaust, það geta alveg komið 4 mörk í einu leik, en þetta er alltaf fárál, basically, ef einhver er að eyðileggja hjamma núna, þá er það hann, sjálfur. Já. En ekki á staðnum hérna. Nei. Getur ekki svarað fyrir sig. Hann er á ektinni, eins og er búin að kommenta. Hann er að hlusta kallin. En ég meina, þú veist, það eru kallarnir sem aldrei fylgst með enska boltanum sem auðvitað fyrir þetta við 3 mörk í dag. Bara endalaust mörk hjá þessu leiki. Já, en okkur getur ekki bara farið 1-1. Já, ég get alveg séð það. Það getur farið á alla vegu. Það sjálfsögðu. Þannig að yfir 3,5 er helviti hart. En vonum að þetta. Sen eru með Liverpool Tottenham. Já, ég er með það. Mínus 1,5 á Liverpool. Er það ekki? Mér finnst það mjög líklegt. Þetta er svona 4-0. En Bolli, þú ert á með þess að bæðili skora.
Sko, ég held Þú gæti skemmt Mike. Ég geti skemmt Mike og þau munu sjá. Hver var að hleypa þér inn í hennar seðil? Sko, það maður spissið því. Tottenham er að skora, sko, þú veist. Þeir skora svolítið mikið. Þeir skora. Og þú veist, ég held að Liverpool skori 3-4 mörk en svo kemur eitt mark á Tottenham. Ég var reyndar í þætti hjá þér í gær á X-inu og svo varst að segja að þú heldur myndir ekki vinna hennar leik, sko. Já, ég var bara Nú er það bara að lúlla og nú er það að skora 3-4 mörk en þetta er afnað 3-3-4-4. Það er svona þegar þú ert aðeins búin að fara út og gera vel við þið, þá svona kemur þetta allt heim og saman. En þið sjáu kannski eftir að það er svona smá klikk, ég var að fatta það núna í minni fagmennsku, en við förum bara yfir það eftir. En ég held að þetta sé ekki með streit skora og hvað eftir 2-0 eða bæði skora nei svo er það með þetta já. Við sjáum til þá þurfum að reka á þættinu. Þú verður bara 1.34 og við skulum hafa það alveg á hreinu. Ég var 1.34 sem betur fyrir að vera ég bara 1.34 ég var fljótt 35 ára. Hamingju óskir með daginn í ger. Takk fyrir náttúrulega. Já, til hamingju með daginn. Þú var 34 í ger. Það er nú ekki mikið. Nei. Ég líður þess að það er heldur lítið. Já, ég er 51 sem getur verið pappi. Já, ég veit það. Já, 15 ára. 17? Já, pappi egnaði sitt fyrsta 18. Já. Það er bara svo það. Það getur nú verið afa snabla, sko. Já. Það væri gott ef ég var afi hans. Þá væri ég góð á mólum. Alltaf verið að láta að fá auka pening og svona. Já, nokkra seðla. Og kenna hann að drekka svona, herðu. Hlynur Orri, hann er sáttur að spjaldaröglið fókið út af Hafsöga. Það er bara út af, þú veist, það er bara gott, ég er sammála því. Spjaldaröglið í þessu? Já, það hafði ekki spjöldin inn í hjammanum. Já, en ég meina þetta getur alveg dottið. En ég er svo stressaðastu með mörkin í Chelsea Newcastle, 100%. Já, en það er vantilega hæsti stöðull á því. Það lítur að vera hæsti stöðull, það sem tjekkar þetta. Þetta er flottur stöðull, 16.50. Já. En nú vil ég sjá þetta fyrir 17, ég veit ekki það. Kíkjum aðeins á baráttunum brauðið frá því síðast. Þetta er rosalega, þetta er fyrsta skipti í sögunni sem allir klikka. Hvað klikkaði ég á? Þú klikkaður á jafntefli í Newcastle. Hvenær skoraði Newcastle? 1904? Þetta er náttúrulega ótrúlega með gengur í klís. Það á að vera langgæstur. Þeir ætla ekki að ganga. Nei, það gengur ekki tjá mér í þessu. Ég meina þetta er með 3-78, það var bara dottið, leikur á búin. Tókst ekki Aston Villa á móti United þessa helgina? Það hefur draumið bara búið að gera því þá erum við allar með 1 stig klart. Ég tók jafntefli. Þá endar þetta annarkvort Villa. Nei, ég tók ekki þann leik. Nei, ég tók jafntefli, ég sjá þetta núna eftir. Hvernig er staðan í þessu? Ég var jafntefli Sunderland og Brighton. Ég er að nálgast Mike bara, sko. Söres er aðeins að gefa eftir í þessu þryggjasta kaplubi, þannig að þetta er svolítið bara ég og Búlis sem erum að berjast Söres aldrei að fara að vinna eitt eða neitt. Nei, og þið hérna, Mike náttúrulega fastur í neðsta og Bolli og Hjammi Við Hjammi erum náttúrulega að berjast. Ég enda ekki neðsta að það, sko, ég get alveg lofa eitthvað því. Það er satt alveg svolítið langt í land. Nei, ég er komin í plus bara eftir næstu umferð. Það er á 0, sínist mér. Það ekki? Jó, eitthvað 0 næst. Kríku það. Ég er með Svo er eitt alveg betti viðbót og þá er ég komin í topparöðuna. Já, ef við rennum að snögt yfir bara hvað mennir eru með. Hjammi segir að Brighton sé að fara að vinna Sunderland. Ég segi að fara í jafntefli. Ég hef verið með sama leikigreinilega. Það er flott. Þú ert með jafnteflið þar. Það er bara típist 1-1. Og þarna ætla ég að vera sniður. Arsenal heima mútið Everton, þeir vinna. Já, þú ert náttúrulega ekki að spila þetta, þú veist. Þetta er, ég fíla þetta satt. Þú ert bara að verja topp. Þú setur smokkin á, sko, áður og ert farin heim með konun. Og smokkin og ritskeks álpapir. Það er ekki aðeins. Ég tók Chelsea. Mike kom til minna í viðtali gær. Ég held að Chelsea vinni. Ég seldi hún það. Ég er mjög influensar og Sör er á sama leik þar. Hann er með jafntefli. Það er í bæi munn eitthvað. Hver leiði þetta? Já, ég er hrifinn af þessu. Ég sem tóku þetta svo frækt var Valur kvenna í byggarúltum. Sér smá eftir, ég hafa ekki tekið blakið núna. Það var galið. En Búlis eru með bæi munn hérna og þetta er ég held að bæi munn vinnur þetta ekki en að leik. Nei, ég Leifkusen ekki bara að fara að sækja punkt þarna. Jú, bæi munn þeir eru bara með fókus á CL núna. Leifkusen Harry Kane fekk það er reyndar Atalanta í vikunni 6-1 yfir og þeir mæta með sitt besta lið þennan leik það er kósi að vera í þýsku deildin og heita bæi munni, það er mjög kósi það myndi henda mér vel en það verður bara held ég allt vittlust að það fara ekki allavega í úrslitaríkinni í meistaradeildinni þeir eru bara það eru ekki líklegastir
þeir eiga að vinna Real í áttaláðslutum en Real að pakka sitt í saman assistents Já, ég minna Valverde ekki vann með þetta Real vann Pappa verið mættur á bótinu þetta Real vinn ekki bara bæinn kemur ekki óvart þeir kunna á meistardildina þeir eiga meistardildina, það bara þannig En Hjammi, við fengum sendan seðil frá Hjammanum, hann skila nú alltaf einhverju vinnu þó hann sé fjárverðandi. Það er flotta við hann. Hérna sko Tjaldon yfir 0,5. Já, yfir 0,5 mörk. Þetta allur leikurinn. Síðan erum við með yfir 2,5 mörk í Middlesbrough og Bristol. Yfir 1 mark í fyrri hálfleik í Coventry Southampton. Ég held ég væri búin að banna Hjamma veðja hérna í fyrirháleik Champions-dildina var ekki búin að setja hann í aðra dild Jú, hún sendir hann lík en hann hlustar ekki það var svo óþekku krakki það er líka vonandi, ég veit það en ég held ég væri búin að stundum bara þar maður að senda menna eins í kælingu já, maður þekki það síðan er með Bolton skorið 2 mörk allavega, móti Rotherham heimaðli útvelli og síðan er yfir 7,5 hotspinnur í Lincoln Stoke hann reynda maður eiga það hann er ótrúlega naskur í hotspinnunum í þessum neðri deildum þar dettur þetta alltaf en hann er greinilega hættur í spjöldunum en það er búið að skamma hann vel fyrir þau er samt að detta en það klikkaði aðeins hjá hann í vikunni en mér líst ágætlega á þennan sko. Þetta er alltaf lagi þetta er líka við minnum fólk á að þetta er hádegisíll Þetta er hátíðisitt Þannig að það er ekki sofa þessu seðli Þannig að linkurinn er vantilega komin inn í chatið og það er hægt að taka hann þar Menn er að spyrja hvort að Hjammi hafa gert hann í blackouti Mér finnst ekkert ólíklegt Þetta er það margir leikar og svona Það hefur verið gaman hjá hann komið upp að herbingu Hvað kostaði þessi jakki? Hann kostaði heldur mikið Þessi? Já Það er hann flottur Já, ég spáði bara hvað það kostar Hefur verið keypt hann í Smáralendi eða Kringlunni þá væri sá staður kannski ennþá til Já Ég er nefnilega traditionalist Ég fer alltaf bara á hverju skutur Það er alltaf nýju jakka eða? Já Eftir við tókum hann aðeins í gegn með leðujakkan Með svarta Það er ekki leðujakki Það er leðujakki Það er pleður Nei, ég þurfti náttúrulega að bregðast við því öllu og fór og keypti mér nokkra jakka Það var harðlega gagnrýndur í lest í Svíþjóð Hver var það? Ég fór að hugsa þetta alveg bara endalaust Hvaða fíbl var þetta? Hvað var það? Það var einhver í lestin í Svíþjóð Já, ég leist ekki þetta á hana jakka Nei, ég man ekki hver Þetta var góður hópur eigamanna hann Þeir kalli ekki allt mig Nei, en þegar ég fættur eigum Þú voru bara að skilja það bóðlega Þeir eru ekkert að gefa engan afslátt saman hver á í hlut Ég átta mig Eigamenn, þeir eru ekkert eitthvað Það er engan afslátt að dagar þar Nei, hvað þá brottfluttir, þeir hata mig sko Eðlilega að segja sem mér En ok Burnley Bournemouth klukkan 3 í dag Ertu í Dóksanum dag? Já Stuð hjá okkur, Burnley Bournemouth og Bournemouth og Sunderland Brighton Síðan erum við erum nú með öll mörkin í Championship-deltinni Við erum með Bundesliga og ég veit ekki, við verðum að sína frá blakinu og ég veit ekki hvað og hvað Það er alveg veistla fram Ég minni fólk á að fylgjast með klukkan 14:40 Ég reyndar verða á eftir og ætla að opna fyrsta öl þá Ég veit ekki það Og áfram HK í blakinu í dag Nú hvað er það? Bikar eða? Stelpunar, komðar í úrslitin Móti Káa Þína stelpur Já, og ég heyrði mitt í bara svona örsa Ég heyrði í Gunnar Birgis í dag og spurði hann okkur hvort að þriðalið ætlaði eitthvað bara að skemma partíið í HK og þá sagði hann að það var tekið fyrir efstu hillu hvað þjóðu best í blakinu það er Pólland og það var náð í pólskan dómara flott þannig að þriðalið mun vonandi ekki stela fyrirsögnunum nei það er svona ekki beitu þetta er bikar þetta er Final Four eitthvað slags úrslitin í kvennaboltanum en í kallaboltanum það er í afturölding Káa við okkar menn í HK var ekki þar nei við erum aðeins að tanka hann í blækinu í kallamenn Ég er ekkert verið að setja í þetta neitt Jó og við þróttar erum í 4. sæti í deildinni Þróttur er blag Ísland sko Hvar eru þið? Já, eigið að vera bara þar Þar eru þið flottir Það er rosa mikið talað að þróttur í blækinu svolítið svona has-been Það er allt búið núna Já, þeir eiga í rauninni ekkert flagskip Tennistildin, hún er bara í fullu fjöru Þróttur er náttúrulega bara svona krútlegu klúpur Við veitum allt um það, það gerist ekki neittar Burnley Bournemouth Hvað sér fyrir þannig? Ég bara hef ekki hugmyndu það, hvað sér þú? Það er eitthvað sem segir mér að Burnley sé að fara að
taka sigur á heima Á Bournemouth? Ég búið að vera að spá Burnley sigri núna bara einhverja 5 vikur straight Ég er að sjá hana stuðul 4,16 Bolli, vinna Burnley bara ekki Já, er ekki komið tíma á að þeir loksins vinni leik Ég heldur vinna ekki hennar leik Ekki? Nei, ég held ekki Hvað er Bournemouth? Þeir ekki bara einhverju barátum Evrópudeildina eða sambandsdeildina eitthvað svoleiðis Bournemouth er 9. seti og þeir eru ekki langt í 5.-7. sko Nei, þeir eru runni 4 stigum frá 7. setinu Já, sem geti gefið Evrópu vantarlega Já Þannig að En það er eitthvað sem segir mig Þeir eru bara búin að vera fínir undanfæri Bournemouth Ég held að auðvitað fínt stöðull að Burnley, ég er ekki að segja það Ég meina, ef þeir ætla að vinna einhverja leiki sem er eftir þá er þetta einn af þeim sko Já, 100% Maður heldur líka bara út að það gengur ekkert upp í Hjamma nema bara í starfinu sko Já, Hjamma? Já, allt upp í starfinu maður þarf að halda Hjónabandi líka? Það er alltaf leið, það er búið að laga það En það er ekki bara þú sem varst eitthvað Nei, Helgi Sjón fór að kenna henni einhverja fjölástur og það er búið að leiðrétta það En sko málið er að ég held að öll þinn kringu Tottenham vinni bara, skilur það væri bara alveg típist fyrir okkar manns Það gengur ekkert upp Ekki neitt Ég held að þetta verði bilda Bournemouth siklus Bournemouth með jafntefli 4 jafntefli í síðustu 5 leikjum Bournemouth? Já okay. Hvað fær maður á? En langt síðan töpu? Já, langt síðan töpu Unnu 5. leikinn? Nei, það var að milli Það var síðasti leikur unnur Ég segi þú veist, það er bara að gera 4 jafntefli eitt sigur, ekki tap Já Svo Burnley draw, er það ekki eitthvað stuðl? 2 eitthvað? Hvað fóðu það? 2 Já, ég held ég færi bara á það Já, það er alveg fýtt stuð sko, Burnley getur alveg náðið Bournemouth fyrir ekki búið að tapa einum leik eftir áramót á móti Arsenal Verður það ekki bara Burnley annað lið til að vinna? Nei, þeir eru nefnilega bara Vort Prowse úr aukaspinnu Já, fyrir varnamann og inn Prowse, má ég sjá þetta aftur? Þeir eru ekki hann ekki þar að setja hann úr aukaspinnu í þessum leik sko Ég meina, Bournemouth tók smá dífu fyrir áramót greinilega eftir mjög góða byrjun á mótinu Selja sem besta mann Missa náttúrulega sem besta mann til City En ég Þetta er 1 tap eftir áramót Ég held að móti Arsenal Já, móti móti liðinu sem verður líklega englandsmeistari Já, ég held að þeir haldi bara sínu strik Ég held að þeir tap ekki þessu leik En já, 1x er alltaf lægbett Já, mér finnst tvöföldun á þetta Já, mér líst vel á Höldum áfram strákar, það er hin veislan klukkan 3 í dag Sunderland, Brighton, Bolli Eitthvað þar undan að láta í þessum leik Eitthvað, nú brestu stíplan Þú veist, er þetta ekki bara Sunderland, unnuður ekki Leeds í síðustum fyrir? Var ekki þannig? Minni það? Jú, 1-0 Já, þannig ég held að Rosalegu sigur, 0-1 Gáti ekkert, Leeds var miklu betra Eyðilögðu og treyðu sæti sitt í deildinni Og ég var með Leeds í barðunum brauðu Þannig að ég er ekki ánað með Sunderland þessa dagana Ég held að Sunderland vinnur ekki þennan leik Það er jafnteflisleitt af þessu og ég fyrir frekar í Brighton Ég sætti þetta á barðunum brauðu Það sem ég mun vinna inn í því end er ekki eitthvað 9 fyrir eftir Þarna byrjar upp í Settur á Sunderland? Nei, ég setti X Þú settir X-ið? Já, ok Það er 1-1, alveg lesið Naflinn í stúdíói Dogsson 1-1 Ég sé fyrir mér þegar hann er að lýsa mörkurum fyrir mig Já, það er bara, þetta er jafntefli Þeir eru að fara að fá okkur á dramatík Þeir eru Welbeck að fara að setja hann á bara 90 Welbeck þarf náttúrulega að spila, annars bara vinnur Sunderland Já Og hinum veginn þarf eiginlega Granit Xhaka að spila Þetta eru 2 langbestu mennir þessum þeim liðum og líkilu menn Þegar þessi 2 spila, tapar hvort lið Hvað þýðir það? Þetta er ekki flótt Það ekki? Það er bara þannig Ég held að Sunderland vinni allara ekki Ég færi í Brighton Þetta getur bara alla verið Mér fannst þetta líklegast í jafnteflisleikurinn helgina Bolli, hvernig fer þetta í tölum? Ég ætla bara að segja að þetta fari 1-1 Þetta verður ekki mikið skemmtun og bara svona, já, þú færði ekki þetta mun ekki gera mikið fyrir ykkur í dag svo þessi leikur getur sett þér Já, ég ætla að fá að vera ósamlega Ég held að þetta væri 1-3 Já, til það Ég held að það sé bara ykkur Sunderland gæti bara verið hættir eftir unnuna lýsleik, sko Já, mynda dóttur og FA-byggarnum og mynda Portugalei Já, móti lélögu liði og eru búin að halda sér í deildinni 40 stig munum næja Þannig að það getur vel verið að Brighton fari bara að vinna þá En ég ætla að halda með jafnteflið Ég mér ekkert ólíklegt að Sunderland sem byrjar bara að undirbúa lokahófið og þú veist, það er bara svona komið létt stemning í hóf Þetta er ekki svo í þrótti, sko Það geti haft bara Þá að búningarnir séu nokkuð líkir þá er þetta ekki þróttur Nei, ég valdi að skilja okkur þróttur ekki bara lokahófið í mæ Nei, ég minna, var hann ekki að segja okkur þetta fyrir þátt Það voru ekki bara í play og síðast Ég horfði nú á það, það var sorgarsögu Já, en þú veist, halló Hvað skoraði HK á okkur? Naflinn, 10 mörk
hvað voru þið að gera í play-offs? Ég glemdi að nú alltaf berja þig fyrir það dæmi sko. Það var óþolandi. Já, það bara þeir svitnuðu ekki hákáði að pakka ykkur saman. Þetta sáu líka sem mættu betri anstæðingi í úrslitunum og okkur að pakka saman. Málið ef Þróttur hefði farið í úrslitaleikum mútið Keflavík þá hefði verið leikur. Það skömmaði hvernig HK kom inn í það dæmi. Ég fór á Þróttur Þór líka þetta voru 3 úrslitaleikir hjá Þrótti. En þau eru komst á Þróttur Þór varst ekki magnað að sjá fjöldan þetta var ótrúlegt þetta var úrslitaleik. Ég veit að þú byrjar ekki 1-0 yfir þó að sé fólk er það mótt ykkur af fjöldanum í úrslitaleik á Íslandi ég er viðbörga mér fannst þetta bara glæsilegt þetta er ekki Arsenal Everton, fókus mér finnst best að ég settist bara beint í heiðusætin sem Avis átti og ég settist bara beint í það var best sætun á völlum ég mætti 2 minútum í leik hver heldur hafi séð til þess ég hef búin að græja þetta Þróttur mun ekki byrja 1-0 yfir í leikunum í sumar en við förum upp Nei, Þróttur sko þið er bara kósið að það sko ég segi, lokaðu geti verið í mæ en hvað er næstu leikur? Við erum búin með hann, enski tökum Arsenal Everton þetta er rosalegu leikur það er eitthvað, ég nóðu þetta var með þennan leik í barðunum bröðið, Arsenal sé að fara að vinna þennan leik það er stórhuga þá stóra á þetta þar er eitthvað sem Everton getur Everton gert til að ná allavega stíg á Emirates Pirra þá það eru auðvelt að pirra þá djöfis vælu kjóar hérna þessi Arsenal gæjar sko en þeir eru miklu betra lið og ég held að Arsenal vinnuna leik ég held að þú náir í dýrimætt stig í baráttunni núna í toppbaráttunni það er ekki allir sem geta sagt það nei, allan ekki ég og ekki Bolli þannig að ég held að bara Arsenal vinna hennar leik og þeir verða bara að vinna og fýll leikur fyrir það að fá svona milli meistaraldaleikja að Everton að heimavelli típist 1-0 það er svolítið eins og Tómas Þórólfsson minn góði vinur hafi svolítið raðað upp að mótinu og öllum dráttum í öllum keppnum þeir fá að draga sjálfur í öllum keppnum hann dregur þetta bara hann er ekki dreigið, hann bara velur kúlunar áður en þegar ég sá þetta FA Cup dæmi ég bara, þetta getur ekki gengið svona, þetta er óþól ekki vann með þetta Southampton, þeir eru heimavelli þeir vinn ekki bara ekki vann með þetta Bót og Glint heldur enginn að vann með þetta Bót og Glint en ég ætla að vara með Everton ég held að Arsenal vinni þetta bara 2-3-0 en Bolli, er Everton að fara í svona reyna að taka Arsenal á eigin bragðu og vera leiðileg sko þeir geta alveg vera lengi að taka fyrst þeir verða það Tarkovski að djöflast í mönnum og þeir geta alveg og Pickfordun er í stuði og þú veist hann er búin að vera mjög góður þeir geta alveg strýtt þeim en ég held að þetta verði close leikur og Arsenal skorur fucking hotni 1-0 það er nei, Pickfordin er einslu meira en það hann er ekki að láta þess að Arsenal gæði skora hotna á sig sko sjáum til ég held að ég held bara það var mjög forvöld að Everton myndi komast yfir í þessu leik það var mjög forvöld ég myndi elska að ég myndi komast yfir og svo fara að henda sér niður og leika meiðsli og svona þú veist, það var Arsenal láð það inni en ég held að Arsenal vinni þetta en Arsenal er búin að halda hvað oftast hreinu þeir eru að vinna deildin út þeir eru með langbæstu vördina og eiginlega bara besta markmanni líka sko heilt yfir í mótunum menn er að spyrja á chattinu hvort að það eigi ekki fara að gefa evrur verið duglegur á chattinu við ætlum að gefa evrur eftir smá þannig að segja eitthvað snuðt hvað segir Bolli, hvað er chattið? Þetta er bara fínt þú ert að chatta Jón Skarp spyr þig nafli minn var þetta alvöru kók í music myndbættur hjá naflan? Nei, það er sko við getum alveg tekið það skýrt ég veit ekkert hvað er verið að tala í þessu myndbandi góða það var ekki sko drukkið það var ekki alvöru kókain þetta var bara matasótið hvað það var en menn fá sér ekkert kókaði fyrir eftir 30 þannig að það er ekkert alveg strax hjá þér þú talaði fyrir sjálfa ég veit ekkert en þetta var ekkert raunverulegt í þessu hvaða myndbandi það? Ég var í 10. bekk og var gert rapplag þetta er gamli þetta er svona menn er að rifja þetta upp núna sem er ágætt menn gleyma ekki nei, menn gleyma einhver sem er gott ætli henda 100 eurum á hvernig þessi meisturum já, ég ætla að leifa aðeins að skrifa meira eitthvað meira í chatið hvernig endar þessi leikur? þessi leikur 2-0 fyrir Arsenal 1-0 Arsenal já, ég held að þetta sé 3-1 Arsenal 3-1? já það ég búið að vona innilega ef að gera kannski strákar bara snöggan fyrst að það var ekki með bildur á henni leik tökum bara 1 ég hef með bildur á Chelsea það var ekki með bildur á Arsenal Everton tökum bara saman allir með 1 bygg ég ætla að byrja og ég ætla að setja að Gyökeres skori ok, það er stórt það lítur að vera eitthvað alveg stuðl á því já, bara 2 eða eitthvað
Markahæsti leikmaður Arsenal bæði með vítum og án víta. Heldur hann byrji? Já, það hlýtur að vera. Já, það er Evrópuleikur í vikunni. Já. Haldið að verði hasar í þessu, heldur að menn vera æstir, heldur að vera spjöld. Já, spurning. Nei, ég ætla að hlýja á tjattu, við ætlum ekki verið spjöld. Ég var til að vera í hotspinnar, yfir 8,5 hotspinnur. 8,5 hotspinnur? Já. Það er líklegt. Hvað segir þú? Mínus 1,5 Arsenal. Já. Við vinnum þetta 2-0 eða 3-1. Þá skora Gyökeres 100%. Já. Ég bara veit ekki hvað það byrji, sko. Hvað er stöðull? 5,25. Það er alltaf leið. Já, við tökum því. Já. Ég hefði viljað sjá það að særa. Það er ekki góð stöðull, finnst mér, sko. En tökum þetta. Við tökum þessu. Höldum áfram. Chelsea Newcastle. Bolli, hvað sér þið fyrir þetta? Þetta tvölið sem áttu kannski ólíkt meistaradeildakvöld. Já, þau eru náttúrulega bæði búin að vera að standa í stórraðum í vikunni. Þannig að ég held að þetta verði, sko, ég held að þetta verði ekkit frábær leik. Það er á sama tíma. Já. Mjög spes. Já, ég hef ekki séð þetta áður. Af hverju er hann ekki 3? Þetta eru skýta leiktímar, 2 kl. 17:30 og engin hádegisleikur. Minnst það allt í lagi, en Arsenal hefði átt að vera bara kl. 3. Já. En þetta er skemmtilegt að þessi lið sem mætast. Það er náttúrulega svakalegu leikur hjá Newcastle móti Barcelona. Helviti voru óhefni þar, svekkjandi. Já. Chelsea. Já, skapaði það var ekki öðrum að kenna sjálfu um að brjóta. Nei, það var heimskur, það var leiðilegt. Hann vorkennur öllu svona. Ég bara held með Newcastle í þessu leik. Ég var með Lamine Yamal to score, þannig að þetta var í góðum seðli, en það var nú alveg kærkomið. Það var fagnað Evrópuðum. En ég held að Chelsea vinni þennan leik eftir að ég fekk Mike til minni í gær. Útskýri fyrir honum af hverju Chelsea var að vera. Mike, útskýri fyrir þjóðinni af hverju Chelsea var að vera þennan leik. Ég held bara að það sem er undir í þau. Og þeir eru heimaðalli. Þeir eru að minni möguleiki í Champions League. Þeir eru reyndar með mið-þrið þar, meðan hinn eru með þrið-mið, það munar nú það. Þannig Newcastle með aðeins meiri kvild, en það er bara meira undir og þeir eru meira undir og það heimaðalli að þá fer það oft í hausinu á þeir og ég held bara Chelsea hlaupi 10% meira heldur Newcastle í þessu leika. Þetta eru mjög svipið lið að mínum mati. Og þess vegna held ég að Chelsea vinna. Er ekki líka bara, Newcastle er bara í alvöru einvíi á móti Barcelona og þeir eru á stað sem þeir eru ekkit á þessu sviði í meistaradeildinni, það er ekkit á hverju tímabili hjá Newcastle. Nei, og er ekki að fara í hann næsta ári. Nei, ég er að segja það, þannig að auðvitað er allur fókusinn þar og skilur, þeir eru í einhverjum pakka sem kemur ekkit örgulega bara nema á 50 ára fresti. Nei, þeir eru ekkert í hverju viku spilum út í Barcelona, sko, þeir eru bara að fara. Ég er að segja bara á þessu dagi meistaradeildinni. Nei, ég sendi nú þessu eins að hvort við ættum að horfa á hana fyrir leik, það væri gaman í næstu viku að þá væri kannski 10 ári, ég geti senda á hann aftur að taka Champions League saman. Hann fekk ekki frí held ég frá konunni, hún hleypti honum ekki út en það er eins og það er en hann veit að það er með opið ef hann vil kíkja. Já, hann veit að ef að Newcastle tapar fyrir Barcelona þá þarf hann ekki að stóra og gera þriðjudags og miðvikudagskvöldunum með einhverja pössun næstu árin. En allir framsóknar fólkið bara biðji fyrir því að Newcastle fari áfram úr sér innvið því að þið tapa þá verður það nokkuð kolvittlust næstu dag. Já, ég myndi halda það. Ég held að það er náttúrulega allt undir að hafa sör góða. Þetta er bara svona krútlegt eitthvað að halda með Newcastle. Þú fer bara á kottan og það er bara næstu dag. Þú veist alveg, hann á eitt titil sem hann fættist. Það er Carmelo Cup. Það er Carmelon. Þannig að ég held bara að Newcastle gefi allt í innan bassaleik og verði ekki alveg fókusarið í kvöld og Chelsea á að vinna þú. Herðu, Smári Gústa hann fær evrur, hann spyr hvort að Haraldur Bolli, hafsendin kemist í hafsendi á Tottenham, með við stærð hans og svona baráttu gleði, já Smári Gústa, þá kemist frændi minn Haraldur Bolli 100% í hafsendi á Tottenham. Káa leikmaðurinn geði? Já, hann er allt í öllu bara á Akureyri, þetta er svona ákveðin kongur. Káa maður mikill. Hvað er hann að spila? Hann var að spila, hann var línumaður hjá Káa Línumaður hjá Káa? Og hvað í hafsendin á Tottenham? Svo fekk hann okkur gefabrifið bakar yfir brúna. Það er ekki að faglegir. Smári Gústa, hann var, þú bara sendur Epic, kongurinn. Hjammi, hvað segir Hjammi? Hvað segir, hann segir alveg kombo þar. Ég séns að fá okkur. Já, Newcastle og Brighton. Seðill. Hvað fá á stöðul á það, strákar? Tökum Newcastle og Brighton. Nú er hjá mig komin í bjórin. 13. Hann er á vellirum, hann náttúrulega getur ekki farið í flug og drekka, þannig að hann er örugglega fullur að skrifa þetta. Nei, hjá mig er það ekki í kvöld, fókus á það. Það er verið að undirbúða það. Hvað er hérna? Newcastle Brighton, áhverju Brighton svona lár stöðul? Já.
8,8 tæplega. Ég held að það var með 3. Já. Og þú Brighton svona lágur á, er Sunderland að mæta með varalið eða? Ég spyr. Nei, þetta er svolítið sérstætt. Já. Þetta er mjög lágur stöð, þetta er bara á að vera 50 leikur. Já. En við erum svona búin að fara yfir hann, þetta er mjög skýtin stöðul. Já, ég samanlega því. Já, þetta er bilderinn, Mike. Takk okkur í gegnum þennan. Ég er ekki að taka hann í gegnum hann, ég held bara að þetta verði hérna 2-1, 3-1 og vonandi fyrir Hjammann 3-1 yfir 3,5 mark. Það þýðir það, ef þið kunnið að reikna að bæðili skora. Já. Þetta er fullt á hotnum í þessu leik. Það er opið leikur. Heldur mörg hotn. Nei, þetta var svona 13-14 út. Sjá Petro besti leikmaður. Ég sjá Petro besti leikmaður deildarinn í dag. Hann skora líklega bara. Trúlega. Þetta er svona. Ég er sammála með spjöldi líka. Þetta er gert á hundavaði eins og maður segir en Búlis voru líka, það var gleði hjá þeim líka en þeir voru að biðja pikkin ekstra snemma. Ég held að það sé allir gærir. Já, maður bara fekk mórðhóttanar í gærmorgun. Já. Ég þurfti bara einhvern veginn að leggja börni frá mér á leikskólanum bara til að setja eitt seðil bara út af þeir alveg kolvillisir að býða eftir að geta hent í sig. Krakkar, leikið ykkur sjálf, raflið þarf að gera seðil. Já, hugsa þess. Það er gott að vera með veðmálun á klári á þessu krökkum ung. Koma að snemmin í þetta. Nei, en hérna það er nú bara að vera að leika sér í segulkupunum. Sem eru bæði við snild, ég á nógu því dæmi. Já, ég veit það. Það er leikaði sjálfur í því. Já, ég tekka stundum með frúna. Þetta er bara, ég held að þetta er bara 5,5. Já, svolítið mörg pikk með 5,5. Já, ef einhver annar var með hennar bildir þá var ég líklega búin að tuða þessi fyrir honum. Já, þið getur kennst strákurum þetta. Þeir settu það mikla press á mig. Ég minna að færi ekki yfir 6 Mike og þetta er ykkur 8-10 hluti. Já, ég hef verið að sjá þetta aðeins. Hvað þetta er ekki þetta? Verður þetta ekki bara dottið í hálfleik? Hotspinnunar er það sem er ekki bara þetta. Ég er stressað með það, þetta er heldur mikið. 9-5? Nei, Chelsea Newcastle. Það kom aldrei undir 12-13 hotspinnur í þessum leik. Það eru Hlynur Orri spyr, ef Chelsea tapar þá hlýtur LinkedIn Rosenjör að taka bollan á þetta og finna sér nýja vinnu. Veist ekki ólíklegt. Þú er ekki bara að finna það nýja vinnu, það er nú verið að segja þér upp aftur. Já, við erum að segja ykkur það í chatinu. Þetta klikkaði sjá mér og búið að reka mig á sín. Farin yfir á síman. Já, símin er búið að kaupa. Það er verið að kaupa kallin núna. Frá K100 yfir á sín, yfir á síman, alltaf með tíma. Já, bara ekki rúf. Já, símin og enn það eftir að ráða hann. Já. Maður hefur ár til að sanna sig núna, maður fyrir upp á tannar. Þessan er í nýja jakka. Þessan var nú mögulega Mike fenginn í þáttin í gær. Já, ég hugsaði bara, og kom svo fréttir á fimmtudeginum, ég hugsaði, herðu, ég get ekkert verið með eitthvað venjulegt sjó og först. Þannig ég hringdi í stóru slæðina. Já, hringdi í stóru kallana og mögulega er hann ennþá í vinnu. Já, menn í klukkutíma að tala um boltan. Ég held að ég hef spilað 2 lög á þessu klukkutíma. Venjulega eru 15 sko. Já, og þessuna líka gætur verið í vesinu að því það eru einhverju auglýsandi brjála sem fengi ekki að koma Já, og rockhausar er alveg trilltir sko. Ég held ég var að koma að þetta í 10 minna spjall. Þetta var alveg þér, þú stjórnaður þessu ekki ég. Ég elska þetta bara, ég er skemmt þessu konun, ég satt bara á naut, skilur. Já, þetta gerir maður það bara hvert hátíð hérna á lötu. En munurinn á Rosenjör og Botlamnis, þetta Botli þegar hann var látið fara þá fekk hann betra starf í kjölfarið. En Rosenjör mun ekki fá betra starf. Nei, hann fer í Portveil. Það er enginn að fara að láta hann fara. Klára tímabil allan. West Ham City. West Ham Manchester City, Mike. City, sáum City fór skell í miðri viku. Hvernig eru þeir að fara að koma tilbaka? Ég veit ekki. Þeir eru ódræklir. Þeir eru frábæri leikjum. Þeir eru frábæri þegar ég mætti að Anfield og spila á móti Liverpool heilt yfir þeim leik. Vinna, frábæri þessi Newcastle-leiki með báðan byggarinn. Svo bara gera jafntefli síðust umferð á móti hverjum? 2-2. Já, og girtu niður sem á móti hverju var það aftur? Þetta var Forrest. Það sem voru miklu betri. Það er engi lukka með þeim, ekki neins. Nei, og bara aðalmáli er að Haaland, hann er bara búin að vera slakur. Þegar hann á bekkin í dag, það kemur ekki orð. Hvor er hann að setja Haaland á bekkin? Ég veit það ekki. Ef ykkur þórið, það var þessi kongur Guardiola. Hinga til hefur Guardiola þórað öllu. Já. Nei, það var liðið hans var skrítið á móti Real Madrid. Þú rættum með skilur Marmús og þetta skilur. Það voru bara frábæri leiknum undan. Já. Fá þetta ekki verið í dag. Vestam er búin að vera heitir og Vassen vinnur kastaði inn handklæðinu og reyna að fara einbeins að þessu realleik. Ég veit það ekki. Ef ekki að segja sitt í merja þetta.
Ég held ég láti hann leika við eiga sig sko. Ég snert ekki á þessu sko. Já, ég held samt að eitthvað sem segir mér að þeir þurfa náður einhverjum alveg svona momentum sigri, spila bara frábærlega 4-0 vinna 3-4-0 að þeir koma af alveg krafti í þetta. Þetta ekki okkur bara 3-4-0 eða bara þeir vinna ekki? Jú, ég held að það sé nákvæmlega þennu og ég held að þurfi á því að halda þeir alltaf eiga séns núna í næstu viku að taka einhvern karakter sigur bara svona sannfærandi geta síðan mætt með kassan út á móti Real Madrid í næstu umferð næstu viku. Þeir þurfa bara að vinna þetta, þeir þurfa að fá stemningu í þetta. Já, ég sammála því og þeir verða bara að vinna, ég meina verða að hafa smá spenn í þessari deild, það verða að vinna leik 4-2 og jafntefli alveg gírnilegt í vikinu það verður Nei, ég held að jafntefli sé alveg lakasti kosturinn ef annarkor tankar sitt í þessu leik og tapar eða pakka þessu saman, eins og við talum ég held að jafntefli af 3 þá held ég jafntefli ólíklegast að þessu. En það bara eins og mútið Nottingham Forest, það bara allt í hennu, það var ótrúlegt. Ég er ennþá hissa hvernig það datt ekki sko, það var bara eitt versta það var bara lengi sko. Fáránlegt. Það var alveg fáránlegt sko. Það var fáránlegt, þetta ekki einhvern veginn að detta með þeim en hérna. En hvert ætlar að flytja ef Ísland gengur í ESB? Ég get flutt hver sem ég hús út allan heim. Ég áttum að því. Það Helgi Þór, 100 € á hann, þú hefur samband við Epic. Já, hvað er fleiri góð kommentarna bolli? Hafði Rikki G rétt fyrir sem að Haaland myndi floppa? Ég vissi ekki að Rikki G hafi sagt það, var að segja það í viktinni. Já, sagði viktinni bara dagi fyrir fyrsta leik í Holland. Hann ætlaði að koma með eitt gott pikk hérna fyrir veturinn, hlustiði nú. Holland mun floppa með City. Hann var ekki búin að sleppa orðin, hann var að koma ykkur 20 mörg sko. Hann fær ekki að gleyma því, maður sér það. Nei, hann fær ekki að gleyma því og ég myndist endur ekki á þetta í þættinu með okkur í gær. Og aðeins að rifja þetta upp, ég gaf mér að rifja þetta upp. Ammælist þættinum hans. Ammælist þættinum hans. Já, svo mætti ég ammælist þættinum hans. Já. Það var nóg að gera á Mæki hér. Það bara klikkar, það vantaði bara að Mæki að mætti í 30 samanliði þegar sem ég var í líka. En það var ekki bóðið. Það var ekki bóðið þangað. Ekki á frumsýninguna á Taskmaster, við þurfum að fara að bjóða meira í svona dæmi. Mér er aldrei bóðið neitt. Þú varst það? Ég sá nú... Mér sýnst nú bara að vera eitthvað lúðar þar, eða ekki? Ég sá einmitt bara af þessu ykkur Instagram. Var þér bóðið þangað? Já, mér var búið en ég var að vinna. Veist hvernig ég er? Af hverju var mér ekki búið? Ég bara veit það. Ég hugsaði líka þegar ég sá bollan hann að vera að leysa ykkur á þrautir og svona það bara verið bara að vinna að mæta þarna. Ég vissi ekki neitt, ég var alltaf bara komin í eitthvað hlutverk og ég ætlaði bara að ölsen, bara mjög illa. Blöð var með þetta alltaf á hreinu. Já, það er svona sem fínt að... Það varstu bara sviðið eitthvað líka með Blöð, var það þetta? Það var nú fínt að láta bollan gera eitthvað. Þið komið samtalið bara svið, mér er ekki eins og bóðið. Það er brefnur græn í bollan núna. Jón Skarp, hann spyr myndi bolli reka Mike á sviðinu eins og Rikki gerði á sínu tíma. Nei, þú veist, ég er ennþá að vinna með saman hversu fullir ég er að vinna með traust hjá Mike, þetta er nokkra ára process, ég finna hann er bara að henda með tvísar bæði brúðköpunu og naflinu með þetta á hreinu. Ég held að öll þjóði viti þetta rugg. Ég var í fertugssammalinu, það var Mike frábær. Var ekki frábær? Hvað var hann að segja? Það bara verið að segja bara frábæra hluti og grenju allur úr hlátri. Og betra í brúðköpunu. Já, ég er sannleikur og sár. Já, ég veit það, ég átti til hvers að mæta upp á einhver veislustjóri að tala með einhver ræði til að segja ekki sannleikar. Ég er að segja, þetta er frábær ræði í brúðköpunum líka, við áskrifundur á Þungavötinu, við erum búin að sjá hann líka. Gæðið ræði með var hemta sviðin í bæðiskiptin. Það er ekki lítill maður. Pingu lítill. Við höldum áfram og förum í morgundaginn, strákar, Kristall. Býtu. Wow! Býtu, fáum þessa. Þetta er AI. Sjáum Hollandir hann það. Hann er miklu yngri en hann er hana. Djöfull, er hann sexy þannig maður? Er þetta fakt? Býtu, það er svona eins og hann sé svona albinóa svartugur. Er þetta nýmyndað? Hvað segir Búlis? Þið eru svona yngstir hérna, þið vitið hvort að sé... Það er komið tíma og hann kleipir sig og aðeins að hann er búin að vera lélegur í síðustu leikjum, hann þarf eitthvað að breyta. Já. Ef hann er komið með þessa klippingu þá er hann með þrennu í dag trúlega. Hvað getur þið farið? Er þetta ekki fakt? Jú, það lítur að vera. Getur sé, er búið að skrifa eitthvað fyrir neða hvort að Gronk, hvort að sé eitthvað Gronk, is this real? Just fake. Ok. En þetta var frábært innleik hjá okkur Búlis.
Búlis, nú það nývætnaður Einhver slagast í brandar í þessi búli sem við komum með Sjatti tók mig Sjatti tók hann Ég ætla að halda í vonuna að hann mæti svona til leiks í kvöld Já, það komið tíma Hann sér kannski þessa myndu og hugsa bara, wow, djúðlar í sexy Drífur sig í klippingu Já, Þessi kannski að fara í klippingu líka Já, heyrðu, bollið með bland Ég þarf alveg bara í ígræðslu Það er það sem ég þarf Það að er með gera bland á laugardeginum Þú ert búin að röfla eitthvað Vestam hitt og þetta bollið og síðan ertu bara með á City Já, þú veist, það er bara það lang líklega Kannski Við erum búin að eiga 10 mínútum í að tala um Vestam bollið og síðan ertu bara með á City Ef að skipta mótið svo þetta Hann er allavega ekki búin Ég var bara að segja jafntefli og væri Gýrdalur stuðul En þú veist, það er náttúrulega mesta líkur að City vinni bara að leik bara einna tveir Ég held að Með engan eða mill okkar Nei, það var best bara Er það ekki? Þú myndir ekki segja neitt Og gúmibátmara í þetta verkefni Þetta er Það væri gaman að vera með hana Er það Búlis ánægir? Ég held að þessi detti alltaf sko Eina sem gæti Chelsea City spjöld Eina sem ég stressaði með er Nei, Arsenal Everton Já, spjöld Eina sem gæti klikkaði bara að þetta endi í jafntefli á Vestam City en þeir hljóta að klára þetta Þetta er ágætt siðl Þetta er fýtt siðl Svo sem fýtt stöðull á ekki meir en 3 spjöld 1,44 Já, mjög fýtt Ég held að Everton fái alltaf 2 og Arsenal slýsast í 1 Já, það getur bara 1-2 spjöld í þessu leik Maggi Tóka, glaður, sexy bollaseðil segir hann, tjattið er ánægt Já, tæpur 4,53 Ég vissi það nú samt að ég var ekki verið að gera magar undir geða sér í dag en maður heldur áfram að reyna Já, Bolli, hvernig fer Crystal Palace Leeds? Crystal Palace Leeds Herðu, þú sér stuðlun á því þeir grassi veit ekki svona sjálfur Ég var þess að verið að spyrja þig Já, ég veit það Þetta er Leeds tapa illa í síðustu umferð þegar þau eru að fara að rífa sig í gang Eru Crystal Palace ekki bara með rauðan Gold Coast og te? Þeir eru innan og ekki eitthvað lið frá Kýpur í Evrópukeppninu á 5. daginn á heimavelli sko Miklu betri en unnu ekki Þessi lík geta náttúrulega ekki neitt sko Nei Þetta er mjög erfiður leikur að spá fyrir Þetta er X-ið og gyrnir þetta Bara beint X, bara búm farið bara beint á X Ekki X-ið, heldur X, ekki X977 Já, það hlaut að vera, hann er að reyna að plugga útastöðinni meðan að tala um að einhver leikur farið í X En það hlustar enginn á það Jú, í gær Já, í gær Þannig að ég, Nei, þetta er mjög erfiður leikur Ég veit ekki 1-1 Hvað sér 1-1, Mike? Hvað segir? Já Ég segi að fari 2-1 fyrir Pals Já, ég ætla að Mike stál svolítið mínu piki Ég ætla að Nei, ekki Palace Já, ég ætla að vera mótir fyrir Guðu Segja Leeds er að fara að vinna hann leik 0-2 Það getur alveg gæst Ég segi 2-1 Pals Já, ég ætla að Leeds taka þennan leik Linur spyr Orri okkar góði vinur sem horfi bæði við alltaf kókurinn er bótlega þá stinnur eftir Van Dijk bettbildinu sem hann jarðaði Við getum orðað þannig að þegar ég vatna á mótana þá var þetta efst í huga Baðst hann að senda spurningu? Nei Hvað var það? Ég er búin að gleyma Nei, mannst þetta að Van Dijk skora Nei, ég man ekki þetta En höldum Þú er búin að gleyma þess Já, við ætlum ekki að staldra við þessu Hann fari enga inn Hann hlinur þó hann sé kókur En þá er það, Mike Margir tala stærsta leik umferðunar og búið að býða svolítið lengi. Stærsta leik vetarins. Já, það er búið að býða svolítið lengi eftir þessu leik. Manchester United, Aston Villa og bara barátturinn sem þessi Þetta er flottur leikur, mjög flottur leikur. Hvað er að fara að gerast á Old Trafford, Mike, á sundaginn? Ég held að Villa sé að fara hlaupi yfir okkur í fyriráleik. Skori. Þegar við erum meira í kvöldu með gilsarunum í Blue Lagoon heldur en að einbjöða okkur á fótboltaleikjum. Það var óþólandi. Það er nú valdeflandi að gera það inn á milli líka. Já, ég bara vil sjá meira því. Já, samla því. Þú fengið tröstið í það, að fara með orðin svona í Blue Lagoon nú? Með gilsarunum? Nei, ég er ekki nógu stór. Nei. Það er bara svoleiðis, því miður. En þegar hann þarf að mér að halda, þá ringir hann. Já. Það er nótt hann í með þess að gauta. Ég held að verði bara erfiður leikur en þetta verður bara svipað og síðustu 4 leikjur í United. Ég held að verði mjög ryðgæðir í fyrri áleik. Einfallega bara þeir eru ekkert að spila. Já. Og svo verður þetta aðeins betri seinna áleik og þetta verður bara, ég er með bettbilder, ég er með þetta seðli X2 Aston Villa. Ég held að Aston Villa ná í jafnteflisleik því miður. Já, ég var mjög til en það var ekki það var bara æðislega. Nei, við vonum allir í United vinnin að leika. Þetta vonaði það ekki, við erum að berast við ykkur, púlarar. Glemdi þessu púlar að það. Nei, verður fæli. Þannig að ég er svona ég skítrættur með ná í jafnteflisleik. Já. En ég setti X2 var ég með bettbildur á þetta? Nei, ég var með bildur á þennan. Hvað var ég með? Hvar var ég með þetta X2? Bland, já.
Sunnudagsbland Bland í póka Það var bland í póka Bruno Fernandes, hann hefur komið af 8 mörkum gegn Aston Villa í 11 leikjum hann hlýtur að skora að leggja upp í dag eða ekki Jú, hann gerir það Ger ekki í dag, en var æfingu morgun segi ég held að hann skori og ég held að United vinni þetta 2-1 mér finnst það ekki dólíklegt Vonandi Þetta verður bara orkuleikur United sýttu 4 leikjum við höfum bara ekki getað raskat sorry, Orbrand bara ekkert getað bara eftir þetta turningum mútið Arsenal og City mér finnst bara ótrúlega svo mæti ég hérna í Tottenham siglir náttúrulega 3 punktum en það var ekki afgangur á því það var ekki afgangur nei, það var ekkert fallegt og ég sá það leiði ég lappa á þetta vellinum þetta kallast óbræði munni og þá vissi ég að við værum að fara aðeins niður í fjallið og síðan þá hefur bara ekki getað neitt ég er mér bara ótrúlega að United sé á þetta svona góðum staði í deildinni með við það sem ég verið að horfa á sko. Ég bara trúi þess ekki sko, að United sé hana Þið sjálfur tala Hvað önnu liði hvað verður aða frekar Ég er ekki að segja ykkur önnu lið Mér er bara ótrúlegt að United hafi getað spila svona í alla vetur og séu samt Það er ekki döllið að vinna allavega ekki 5-0 sko Ég hef út með Leopold í barátunum mér að segja sko Eitt slagasta liði í deildinni í vetur Maggi tók að segja ég sammála Bolli og allir þetta Thank you, sir En verður ekki gaman að fylgjast með einvígi markmennara Lammens á móti Martínez Martínez náttúrulega er þá svektur held ég ekki komist á Old Trafford Það hefði verið gott fyrir ykkur Fá þann meistar Lammens er bara fín Við getum naglan á höfuð með því að fá Lammens miklu ódýrari og hann er ekkert lélegur markmann Hann er ekki búin að vera neitt veikleiki í okkur Og bara eftir að vera betri Það hefur verið fínt að fá alvöru kall í Þetta hefur verið gaman að fá Martínez En bara upp á það að vera fyrir ofan Liverpool þegar mót endar, þetta snýst bara það Ég hef átt að með á því og það verður geðveikt að sjá Liverpool á 50 og næsta ári í Europa League það má bara ekki gerast þá bara verðum við einhvern veginn að vinna hennar leik við eigum Liverpool eftir í byrjun mæ það verður risaleikur við þurfum að hafa þessi 3 stig á þá áður en að Er það á Anfield? Nei, við rúluðum yfir okkur Anfield Ég var á leiknum að Harry Maguire Naflin og Harry sæfið ykkur mjög fljótt Góðu kostuðu mig, ef mér langar að gleyma ykkur þá bara gleymi ég því Herðu, þannig að ég held að ég segi samt X2 Það var yndislegt Hjammin, hann ríkur út Það eru nokkuð lausblás eftir í hjammanum en hann er alveg að fara Það er bara þannig En strákar, var ég ekki með bildur á þennan leik? Já ég sé með mörg pikk hann er með fleiri og hann er með lægri stöður Hversu veikur ertu? Þetta var gert á leikskólum Já, var sem auka kvíld bara, herru, ég veit sér letti krakka farað aftur í kvíld ég ætla að sér Krakkarnir bara hentu út að leika og kíkta aðeins 4 spjöld Já, það sem ég segi, byrjum við á bæði lið skora Það er eitthvað sem segir mig, þetta er bara þannig leikur ég sammála því 2-1, 3-1, eitthvað svona dæmi Sen er mark í fyrri áleik Ekki flóknar en það Nei, það er ekki dátt, ekki vel hjá það ringa til Ollie Watkins, hann er að fara að skjóta markið Aston Villa er alveg að fara að fá færi í þessu leik Það er 100% Sen er Bruno Fernandes talaði um 8,8 mörkum í 11 leikum mútið Aston Villa Hann er alltaf að fara að skjóta einu svona markið Yfir 3,5 spjöld Ég sé ekkert klikað annað Mér finnst ég er hrættur spjöldin Ég hef verið að taka svolítið spjöld Ég betta alltaf mikið á United, ég er hættur í Það bara dettur aldrei neitt sem ég setja á United Meðal annars spjöld og fucking hotspinnur Bettaði bara sigur þá Ég þóri því ekki með hvað þú veist segja Við hefum samt unnið 6 að síðust 8 leiki með eitthvað sko Sem er alveg ótrúlegt sko En ég held allt eftir nefnir spjöldin Já Gott svar hjá bollanum, höldum áfram Nei, næsti leikur Já, ég held þetta aldrei okay. En fáum bara tölur, bolli, United Villa lókum. Ég sagði 2-1 fyrir United Mike 2-2 3-1 Manchester United segi Það er Nottingham Forest Fulham Mike Er þetta svona mest spennandi leikurinn á sunnudeginum? Shit Ég bara skeiðklukkan er komin á í símanum, ég bara telja niður maður er með 2 skjái ég er með 3 skjái, ég set þetta 2 Já, þú ætlar að taka Palace Leeds líka Nei, ég setja þennan 2 2 skjái bara til að geta greint með báðan liðunum greint þetta vel svo bara keks og ostar, þetta er þannig dæmi
Nei, þannig. Það var ekkert þannig með þessu? Nei, bara orkudrykkir og bananar. Ég verð að hitta Ég myndi ekki líta svona út eða þetta í keks og ostum. Ég elska keks og ost. Já, ég sé það. 34 og lítið svona út. Man nú, hvernig ég var 34, ætla ekki verið svona 4% Þetta er alltaf minka samt. Já, þið segið það alltaf, þetta er alltaf að minka en það þeir að ljúga sjálfum ykkur en málega það að þetta er náttúrulega bara Forrest er náttúrulega tapar í Midtjylland á heimavelli í Evrópudeildinni það var erfiður leikur fyrir þú veist, og þeir að fara aftur að spila á í næstu viku í Danmörku þarna gæti Fulham hreinlega bara mætt á stólið en Forrest í hörku fallbáratu eða svo Tottenham á næstu helgi við förum yfir það í næsta þætti og það verður risaleikur þannig að þeir verða að vinna það væri gott fyrir að vinna hann það setur alvöru pressa á Tottenham ég held að Nottingham Forest vinni þennan leik heldur það? Já, ég held að Fulham sé ekki að fara ég held að þetta vinna hann ekki ég held að þetta verði X2 ég held að segja bara að Nottingham Forest vinni þetta 2-0 Já, ég ætla að vera svolítið sammála Mike með Fulham það er auðvitað einhvern veginn allt undir hjá Forrest í meiri viku skömmaði að þið detta út þar og ég er að fara að detta út Já, ég er að segja það en er ekki miklu meira undir hjá það bara að vera í þessari þess að þurfa að mæta með besta liði veist hvert ég er að fara að detta út á móti dönsku liði en af hverju tapar fyrir Midtjylland eða svo að vinna Fulham 3 dögum setna þú veist Nottingham Forest gerir líka jafntefli mútið City sko það er bara alls konar Nei, það var ekkert sanngjarnt að þið gerða það Þetta er alls konar, þú vilt meina það Ég er bara upp og niður, þú þekkir það Enski boltinn, hann er alls konar Ég held að þetta fari 0-2 Fulham Já, ég segi X2, hann segir 1 Já þá ætlum ég að segja 1-1 En þá er komið að leikjana Liverpool Tottenham bolli Lægstu stöðu helgarinnar, sýnist mér Áður en við förum hvað sýnir það Það lægir í stöður á Liverpool heldur en Arsenal Já, þá spurjum við Mike hvernig fannst þið Gísli Martin í gær? Hvernig var þáttur gerkvöldsins? Ég slökti Strákar Já, ringjaði loksis, segir Hjálmar Örn Já, við erum að Eva Rúsa líka með honum Bollin, Mike Við erum að sjá mig líka Já Þetta er búið að vera svaka að hlusta á hana það er bara góða þáttur maður fær bara maður fær svolítið sjokk Já, Bolli, hann búinn að vera ekstra faglegur í dag svona þegar þú ert ekki Ég get sagt ykkur að Mækar er ekki búinn að sammála neinu sem Bolli segir ekki einu Nei, það skiptir engum máli hvað ég myndi segja sko. Hvort það sé keks og ostar leikur og lög Ég held ég verið búinn að milda næst eftir ég fekk hann í drottningavitali gær Nei, aldrei verið herðar mig Aldrei verið verðir Jami, hvernig heldur þú að Liverpool Tottenham sé að fara? Þetta eru hörkuleikur, ég er náttúrulega skítrættur við þetta en svo það er eitthvað í mig sem segir að Tottenham muni skora mark það er alveg klárt Ég var sammála því En eru við, hjá mig ég rætti þetta við Bolla í gær í þessu drottningavitali sem reyndar hendi hlustöðun og X-inu úr 10% upp í eitthvað 90% Já, það var allt innu grænt í X-inu í gær fyrst skipti langa tíma En við komum á hugmynd að við myndum kannski að horfa á hana leik saman á morgun Ég er enda til í það Mike í miðjunni og þið sikkur megin við mig Það er því rosalegt Þetta er 4:30 leikur 4:30? Þetta er Guinness og gleði sko Ég er til í þetta, ef ekki að skoða þetta Jú Ég gefur Eva grænt á það Hjami, nennu að hætta að skoða hluti og getum við bara að staðfesta Þetta er bara 16:30 morgun og við hittust á Ölver Á ég að ringi konuna en hvernig virkar þetta? Ég skal gera það Nei, verð þú ekki að því Bolli Það er komið gott að því Það er búið að loka fyrir þitt númer þar Þá ég var fullur síðast þegar ég senda á hana Kettlingum annara manna Ég nefnilega þetta bóð og þannig að þú mátti ekki gyrta skonum náðangans Ég miskildi það eitthvað Já En ég, sko, ef ég segja gróðið sér það er eitthvað sem segir mér samt að það verði ekki þetta 3-4-1 Liverpool eins og allir að spá Við höfum séð þetta svo oft gerast í enska menn er bara, þetta verður eitthvað disaster Svo mæta bara einhverja atvinnumennir á völlinu og þeir bara loka þessu fyrsta hálftíma jafnvel komast yfir og svo endar það kannski 1-1, jafnvel 2-1 Liverpool þetta verður eitthvað svona Ég var svo til að vera með En ertu klár 16:30?
Ég er klár. Þú ert klár, ok. Ég er ekki ekki staðar upp í kóp og... Nei, við verðum í Laugardalnum. Það er bara ölluver. Hitt upp fyrir Laugavegi tónleikana. Ég talaði við Bjöllin og hann var búinn að græja eitthvað flott á okkur. Naflin er að moka úti í Kópavoginum á morgun, sko, svo hann geti fengið að fara út að labba, sko. Já, ég verð bara í gulu vesti og að stjórna umferðinni hann, hverju með að koma inn í bæinn og hverju ekki. Já, ég spyr eins og bara heimskur Íslendingur, þekkið eitt lag með þessari Laugu eða? Já. Nei, þekkið ekki neitt. Sjáu hvað eru glæsilegar strákar frá flugfélaginu sjáu þið. Já. Þetta er alveg Dubai Airlines. Hvar voru þið að skemmta í gær? Það var í Glasgow bara skemmta fyrir hreinsitækni. Hreinsitækni? Já. Menn hjammi skemmtir í Glasgow en þá fer ég á herrakvöldi Reyni Sangiris. Já. Menn hjammi er í Glasgow. Og bolli, ekkert að gera á bollanum helgina, það er engin skemmtun. Já. Það ringd engin þess helgina. Það var líka ráfand að leita partím. Vættur heim fyrir 10 hjá mig, hættus. Það er ekki eins og þú einhvern veginn. Það er ölver á morgun, 16:30. Staðfest. Takk fyrir að taka síman. Hjá mig bara loka upp, hvernig fer þessi leikur í tölv? Ég ætla bara að minna menn á Örli Klóka. Hann er alveg að vera klár. Þessi leikur fyrir 1-1, því miður fyrir Liverpool, þá fyrir 1-1. Já, takk fyrir þetta hjá mig og eigðu gott flug. Já, takk svo leiðis, Sjökur. Sömuleiðis, þú var að fljúga líka það? Nei, bara... Herðu, já, Liverpool Tottenham, ég er sammála bollanum núna. Ég finnst skipt í dag, þetta fer 3-1 fyrir Liverpool. Já, nú ætlum ég að fá að koma smá ræðu og áður en allt verður vittlust. Þátturinn er að vera búinn en ekki að hafa nú. Nei, hún verður ekkert oflöng. Þegar ég kem heim í gærkvöldi, þá átti ég eftir eitt bildir. Og í millitíðinu var ég búin að taka nokkað Baileys, aðeins freyðivin. Ég komst í náttúruvin hjá Sindra Jens félag okkar í Húrra. Svo fór ég á Nínu, þar fekk ég 2-falda gin. Það er ekki til í balladrykkinu? Nei, en ég bara svo til að gefa ykkur aðeins mynd á hvernig þetta var. Svo kem ég heim og herðu, nú hleði ég góða seðil, frúin farin að sofa. Ég fekk ekki tröstið í bedtanum. Og þá var þessi seðilgerður sem ég er mjög stoltur af, en hann stangast aðeins á við það sem ég gerði í hjammanum. Já, hann er ekki búin að fá þér þetta Baileys. Já, hann er ekki verið brjálæðir, en hann er fælur. Ef við fáum að sjá bettbildirinn. Það er ekkert náttúrulega. Þyldan bara upp, segðu okkur bara með hann í símanum, getur aðeins byrjað bara að tala um hann. En ég held að Liverpool... Þú settir á bæðilið skora í hjammanum og settir á í þessu að bæðilið skora ekki. Nei, að Tottenham skora ekki. Hvað hefur þá að taka mark á? Sko, ég frekar þessu. Út af þarna var ég búin að fá mér aðeins og ég meika meira sens þegar ég er búin að fá mér. Og ég segi, sko, þetta er stuðlupa 6-25. Halda hreinu, Liverpool halda hreinu. Virgil van Dijk á skot og mark. Og Alexis McAllister eigi 2 tæklingar í þessu leik og fyrir þetta fáið 6-25. Það var ekkert laga búlis, Bolli sendi hann að segja ekki. Jú, ég sendi hann í morgun. Klukkan 8, sjáðu. Nei, bara ég sendi hérna, Liverpool Bilder 7:55 AM. Mike, þín svona 10 cent á þessi vinnubröð. Ég var ekki svona hlust á þetta. Þetta er aldrei að fara þetta, það glemdi þessu bara, eittu þessu bara út úr. Já, þetta var flott. Næsti leikur, við ætlum að loka svo á Brentford Wolves. En Bullis, þetta er góður seðil, en ég myndi setja hann inn. Þetta er bara eitthvað hræðið, þetta komið eitthvað 2 tæklingar og eitthvað. Já, heldur þú McAllister sig ekki fara að tækla til þessu leik? Ég varst að byrja í þessu leik. Hann byrjaði þessu. Þetta er... Þeir eru ekki með þetta. Liverpool Builders. Já, við sendum ekki seðila í sko one-on-one chat. Hann sendi líka bara epicbet.com. Hann sendi ekkert meira en það. Það var aðeins síður. Já, þetta er... Við gefum ekki mikið fyrir þessi vinnubröð, Mike. Nei, þetta eru vinnubröð eiginlega bara fyrir neðan allar heldur. Eins og maður segir. Brentford Wolves. Hvernig fer sáleikur, Mike? Pítu, hvað er ég með hana? Þú ert með seðil? Já. Þetta er tvítrygging. Já. Liverpool minus 1,5. Já, ég held að fari 3 eða 4 eftir Liverpool. Ég sammála, ég held að Tottenham skora 1 mark. Ég held að Forrest bara verður að ná allan á jafntefli. Og ég held að Aston Villa ná jafntefli. 2-13 Aston Villa ná jafntefli. Þetta er fýtt seðil. Þetta er United Aston Villa þau eru með jafnmörg stig, sko. Þetta er fýtt seðil. Þú far helviti fínan stuðul á minus 1,5 hann á Liverpool. 2. Já, 1,93. Nei, mér finnst besti stuðull vera Aston Villa jafntefli 2-13. Já, þeir eru útivelli samt á móti þínum mönnum. Við erum bara lélur á heima heldur en útivelli, sko. Áðan sagði ég að þeir voru búin að spila, þú veist, Ekkert áður sagði þú ert náttúrulega búin að vera í tóma rugli sem það og getur ekki sendt selina frá þér. Ég sendi hennar frá mér. Hann er kominn. Allt á réttan stað. Þetta er steinleikur.
Hvað er síðasta leikurinn? Já, það Brentford Wolves á mánudegi eins og Hjammi segir með ísunni. Hvað að fara að gerast? Það verður tvöföld ísa á mánudaginn. Þetta þú tekur ísunum kl. 6 og síðan þetta hita upp restina þarna í hálfleik og Já, hita kartöflunar og neglaði eins með tómasós á þetta og smá smjör. Vatn. Pepsi Max. Nei, bara vatn. Pepsi Max. Með ísunni? Já. Nei, vatn. Ég tek alltaf Pepsi Max með fiskum. Það svoleiðis? Já, þegar það til heima, þá tek Pepsi Max. En í vinnunni í leikskólum, þá var það vatn. Það ekki Pepsi þar. Þú ert ekki í mjólkinni, Mike? Ekki með ísunni. Nei. Ég stundum í mjólkinni. Já, ég myndi halda þú ert að þeir Ég alltaf fiskur, vatn. Já, það var þetta ekstra leiðilegt. Það er ekkert leiðilegt, það er bara, það þarf að líta út á einhvern vissan háttskilur. Já. Bara ekki einhvern veginn. Ég mætti bara hugsa þetta. Taka vatn með ísunni. Já, það er bara þannig, alltaf vatn með ísunni. Bolli með hvítan monster með ísunni. Svo ég alltaf með plokkvist líka. Já. Kannski þriðjudaginn eða fimmtudaginn og það er líka vatn. Ostur. Alltaf ostur yfir. Já, og það er vatn líka. Já. Það er bara slúðis. Já. En það lítur stórkastlega út. Já, ég veit það. Með aldur og fyrirstöð. Ég er að vera 60, sko. Ég veit það. Það er glæsilegt. Þetta takmarki, verður eins og þú. Þú var aldrei eins og ég. Jú. Ég kannski, það voru komin einhver lyf sem ég tek bara inn. Til að vera svo mæk. Er Rikka G-lyf? Eitthvað þannig? Já, Rikka G-lyf. Ég hitti hann á hverju degi, þannig að ég færi þú getur bara bankað upp á hjá honum. Hann er heill skápur af alls konar lyfjum. En Brentford Úlfarnir. Já, hvernig fer þessi leikur? Ég held bara Brentford vinni hennar leik. Já. Nei ekki? Hvernig fer henni tölum? 2-0. Já. 2-0 Þú bara sammála bollan veitir restina. Ætli ég að fá að vera ósammála, segi 1-1. Er það? Já, manni sko. Úlfarnir eru búin að vera fínir. Ég held að þeir lenda á vegg þarna. Það er eitthvað við Úlfar að sé í fíla, sko. 1.59. Það er svona ekki sérstaklega stuð, Nei. En ég held bara að Grassi sé ekkert að leika sér neitt með þennan leik. Hann bara setur þetta eins og þetta á að vera og ég held bara að Brentford vinna og þeir eru bara búin að vera fínir undanfarið og þeir eru í hörku baráttu bara þess vegna Champions League sæti, allan á Europa League. Lokum þessu áruvendur, þá er einn leikur í bónustildin í kvöld, strákar. Getur farið inn á Epic, ég ætla Hvað er þetta? Vilti Trilti? Vilti Trilti. Já. Bæðilið skora í Sunderland Brighton. Nei, í bæðilið skora í Burnley Bournemouth. Newcastle eða Nei! Já, ég fer aldrei í svoleiðis. Newcastle eða jafntefli. Já, í bæðilið skora í Oxford Charlton. Og já, bæðilið skora í Stoke Watford. Þetta er 32,5 tefnilega. Er þetta slappast í segil sem við komið inn að þátt? Ég bara þól ekki eitthvað bæðilið skora nei. Svo bara alltaf 1-10 mínútur þá bara segilin döður. Það er svo neikvægt líka. Það seti þetta samt á tjatti á okkur. Já. Ég skoði þetta eftir. Förum aðeins í sportbókinu, strákar. Og mér langar aðeins að sjá, það er í kvöld Ía Tindastóll. Já. Á laugardagskvöldi sem er skemmtilegt. Það er ekki hefbundið og við sjáum aðeins stuð 5,02 á Ía. Förum í plúsin á Ía. Hvað getum við fengið í tefla 2? Bara 12,5 í plús á skamin. Það er eitthvað sem segir mér að Ía getur alveg staði í Tindastóll. Já. Á heimaðalli, lögðskvöldi. Af hverju eiga það að gera það? Þeir eru bara fínir. Þeir eru bara gott lið, þeir eru með Darrell, Ívan og eru sterkir og Goyoko Sutsum líka. Þeir eru með enn að þryggja Ármann vann. Ármann Þannig að þeir eru þannig að Ía á séns að halda sér upp. Ég er að segja það, ef Ía vinnur hennar leik þá eru öll lið með 10 stig sem Þór, Ármann og Ía. Þannig þeir verða að vinna neila. Já, á meðan stólarnir svektir af að dottið úr Evrópukeppninni núna í meiri viku. Blöðkeppnin kölluðu hana. Blöðkeppnin. Og það er bara þannig. En hvað erum við með í leikmenn? Getur séð leikmenn? Hver er að fara að skora í þessu leik? Hvað er línan á Darrell? Ef við fyrir bara í stig hérna verður neða bara. Það er þinn maður, eða ekki? Darrell er kongur. Sjáum við þetta. Darrell er gæðin sem var í Keflavík. Já. En Taivo Badmus 90,5 finnst mér líka líta mjög vel út. Þetta er en ekta Taivo leikur. Spila á opnum velli. Hvað er að gera þess með minn mann Sigtryggr Arnar Björnsson? Já, hvernig er hann að... Hvað er hann að gera yfir 12 stig? Já. Ég myndi gera 12 stig að hann, sko. Já. Byrður þetta ekki alltaf 20-30 stiga gæi? Hvað er hann að eftir að geta hvað? Þetta er mesti svona, þetta er náttúrulega svona stemningsleikmann. Ég er bara að fylgjast með honum í 10 ár. Ég menn hann er alltaf skorað yfir 12 stig öllu leiki sem ég hort á, sko. Já, Mike fer yfir 12,5 á... Já, ég bara krefst þess að gera yfir 12,5 í þessu Bolli, tökum bara allir eina leikmannalínu. Ég tek Sigtryggr Arnar, fyrir mér er þetta gjöf. Bolli, hvað tekur þú? Er þú með Darrell? Nei, ég ætla að taka Taivo. Já, ég ætla að taka vinnin Darrell. Hann Marcel. Já.
Hefur ekki trúið því, eða? Jú, bara mjög miklu trúið. Ég held að hann sé að fara yfir 20 stig. Hann búinn að vera heitur og líður vel. Það er mjög líklegt. Ég held þessi gæjar sem setja þessa stöla veit ekki neitt sko. Það er bara hent á eitthvað þarna. Ég sé alveg 7-8 betan sem ég vinn bara í kvelli sko. Hvað er meira þetta sem þú vinnur í kvelli? Ég tek gegnsar en alltaf með 10 stig sko. Íslendingurinn? Já. Sér Ilja, ég myndi fara undir og Ilja. Ég hef gert það nokkuð sinnum. Það hefur gefið. Ég þekki ekki hérna Ilja, hann er aðkarðan segja. Já. Ég þekki það ekki. En það er gaman að þessu. Helviti gaman. Það var náttúrulega stór faktur í því hvað ég tók margir drikk í gær, þessi sigur Ármanns gegn Þór Þorláksson. Það var náttúrulega allt vittlust í Laugardalnum þegar þetta datt sko. Já, ég var þarna í höfninni. Þú varst í höfnum, það leiti ekki út fyrir þetta. Þór var komið vel yfir í sig. Já. Sen bara Bragi Gummis, bara besti leikmaður Ármanns. Hann bara on. Hvað er hann að gera í Ármann, má ég spyrja því? Það bara metnaður í Ármann? Nei, það er ekki nákvæmlega setja, það er bara Grindavík sá sér ekki fært að nota. En er þetta ekki að fara í KR eða Valið eitthvað? Nei, ég meina, en hugsaði, hefði Grindavík... Hann er ekki að vera áfram í Ármann, sko? Nei, en hefði Grindavík verið með eitthvað hlutverk fyrir hann í úrslitakeppninni í fyrra, hefði þeir þá farið lengra. Það eru stakar 100 comments frá chatinu í dag, þeir spuru hvort að þeir fá klapp. Já, heldur betur, vel gert. En ef ekki að klára þetta að Mækarinn tók naflan í korfinu og pakkaði hann. KR Keflavík. Dómararnir, þeir sáu til þess. Það var að þriðja liðið. Ég einhvern veginn hélt að Mike yrði þannig að hann myndi aldrei vilja vinna leik á körfu sem bara fór ekki onni, var ekki karfa. En menn greinlega þegar mikið var hann ekki með bara búin að fara inn á Epic Bet og setja eitthvað á þetta? Nei, missa búlitsi það eðalur, hann gerir ekki þannig. Nei, hann bara missir hausinn og tryggir okkur sigur. En þú veist, hvenar sína líka hvenar máttu snerta boltan eftir að leikurinn er búinn? Á þá bara hefur engin leikmaður bara aldrei komið í boltan þegar leikurinn er búinn? Naflin ekki sátur, Mike sátur, ég var sátur, ég nefndi ekki framleggingu, sátur þess að 2 púnta. Mér finnst betra að hafa Mike sátur heldur en naflin, ég er hrættar Mike. Það er bara þannig og með þessum orðum þá segjum við takk fyrir okkur á þessu sinni. Hjammi verður mættur aftur næstu helgi. Er það víst? Það er ekkert víst en hann ætti að vera komið. Við vonum það. Vonum það. Hann getur verið veikur. Já.